Tónleikariðin Sumartónar í Elliðaárdal hefst núna á 5. 2. júlí og þetta verða fernir tónleikar. Það hefst núna á 5. með orgel- og píanótónleikum. Þar mun ég spila orgelið og Eva Þyri Hilmarsdóttir á píanó. Og síðan verða tónleikar vikulega. Næstu viku kemur kór frá Danmörku. Mjög fínn danskur kammerkór, háskólakórinn í Árósum. Já. Og síðan vikuna þar eftir koma hjón frá Þýskalandi og Úkraínu, orgelleikari og flautuleikari. Og þau ætla að spila hérna ljúfa tóna. Og síðan tónleikarnir verða síðan blokkflaututríó, sem er svona skandinavískt blokkflaututríó. Þau ætla að flytja norræna blokkflaututónlist. Það er ekki oft sem að sér tónleika sem er blokkflaututríó og þetta eru mjög áhugaverðir tónleikar, myndi ég segja, allt saman. Efnisskráin, er eitthvað svona tema sem að rænir í gegnum þetta eða hvað á að leika og syngja og spila? Nei, það er einhverjulega ekkert þema kannski beinlínis. Þetta er nú svona, Norðurlöndin eru frekar áberandi með þennan danska kammerkór og þetta norræna blokkflaututríó, þannig að kannski norræn tónlist verður svolítið svona í brennidepli. En fyrst núna á efnisskráinu núna á 5. verður frönsk tónskáld. Við munum eingöngu spila tónlist eftir frönsk tónskáld, meðal annars Erik Satie, og það verður flutt messa eftir hann. Já. Sem er fyrir strangt til tekið fyrir 2 orgel, píanó og kór. Já. En það sem er nú bara 1 orgel í kirkjunni, þá verður þetta bara fyrir 1 orgel og píanó og mjög lítinn kór. Já. og síðan verða önnur frönsk tónskáld, svona nútíma tónskáld eiginlega, svona frá fyrri hluta síðustu aldar. Þið eruð í Elliðaárdal. Já. Kirkjan, fólk áttar sig kannski ekki á því að kirkjan stendur þar. Nei, kirkjan stendur hérna efst í Elliðaárdalnum, mjög fallegum stað, og hér á sumarkvöldum er bara alveg unaðslega fagurt, þannig að það er vel þess virði að koma og heimsækja þessa kirkju fallegu sumarkvöldi. Fá sér svona góðan göngutúr á undan og enda í kirkjunni, eða ganga á eftir tónleikum? Til dæmis, eða ganga á eftir tónleikum. Það má benda á það að hér í Gerðubergi er kaffihúsið opið milli klukkan 6 og 10 á tónleikadögunum, og þetta er bara alveg upplögð afþreying á sumarkvöldum ef maður er ekki út úr bænum, að gera, skella sér í Elliðaárdalinn.